Íslendingar eru með mestu neytendum lambakjöts í heiminum. Árið 1995 var heildarkjötneysla á hvern landsmann tæp 60 kíló, þar voru 26,7 kíló lambakjöt. Þar sem íslenska sauðféð nærist á fjölbreyttum villigróðri og hreinu vatni hefur það nokkra sérstöðu umfram þau dýr sem alin á tilbúnu fóðri og innanhús. Einkenni lambakjötsins eru því mikið og gott bragð. Sé kjötið rétt verkað er það mjúkt undir tönn og býður upp á ótal möguleika í matreiðslu. Á þessu myndbandi vilja Landssamtök sauðfjárbænda kynna nokkra ljúffengarétti úr lambakjöti sem auðvelt er að matreiða og sameina það að vera hollir og góðir. Það kjöt sem selt í verslunum yfirleitt verkað af kjötiðnaðarmönnum. Ef réttum aðferðum beitt má nánast gjörnýta lambaskrokkinn. Í löndunum við Miðjarðarhafið þykir bógurinn hið mesta hnossgæti. Næsti réttur er frá Frakklandi og má nota annað hvort lambalæri eða bó. Hér notum við bó sem hefur verið snyrtur til. Fyrst er gerður lögur. Sojasósu, sinnepi, engiferi, rósmarín og hökkuðu hvítlauksrifi er blandað saman við matarolíu. Bógurinn er penslaður með þessum legi og látin liggja í honum í stofuhita í 3 klukkustundir. Hann er svo steiktur í ofni í það bil 60 mínútur. Lambakjöt sem steikt í ofni við vægan hita verður mjög bragðgott. Hér kemur réttur sem er mjög ljúffengur. Það tekur nokkurn tíma að útbúa hann en hann geymist ágætlega í frysti og því er tilvalið að laga nokkrar steikur í einu. Rifin eru skorin úr síðunum og þær snyrtar til.
Blaðlaukur fín hakkaður og blandað saman við 200 grömm af lambahakki. Pressið 2 hvítlauksrif og hakkið 1 desilítara af steinselju. Blandið þessu saman við hakkið ásamt einu eggi. Hakkið kryddað með salti, pipar, mæru og muldu rósmarín. Hakkið breitt á síðuna og hún vafin þétt saman og svo bundin saman eða sett í net. Rúllan steikt í ofni í 150 gráðu hita í 60 mínútur. Tómatar eiga mjög vel með lambakjöti. Þessi réttur bæði hollur og bragðgóður og hann jafn góður kaldur sem heitur. Vænir tómatar fylltir með mögru lambahakki og bakaðir í ofni. Laukurinn steiktur í potti þar til hann orðið glær, þá lambahakkið sett í pottin. Skerið lok af tómatunum og skerið innan úr þeim með teskeið. Raðið þeim á eldfast fat og sáldrið nokkrum kornum af sykri ofan í þá. Kjötinu úr tómutunum, hrísgrjónum og steinselju bætt í pottinn. Rétturinn kryddaður með salti, pipar og kanil. Örlitlu vatni bætt í pottinn og rétturinn látinn sjóða í 10 mínútur.
Hakkið er nú sett í tómatana. Þeir eru þó ekki alveg fylltir þar sem hrísgrjónin eiga eftir að bólna út. Lokið er sett á tómatana. Þeir penslaðir með matarolíu og brauðraspi saldrað yfir þá. Tómatarnir eru settir í 175 gráðu heitan ofn og bakaðir í 30 mínútur. Lambakjötið er holl matvara. Í því eru vítamín, sérstaklega B-vítamín, járn og sink. Sé ríkulegt af góðu grænmeti haft með kjötinu er það hollt en umfram allt gott og ódýrt. Í þennan rétt er haft súpukjöt, til dæmis frampartur. Kjötið er sagað niður í frekar smáa bita. Það er steikt í rúmgóðum potti. Úr fitunni og úr beinunum kemur gott bragð og kjötið verður mýkra undir tönn sé það steikt með fitunni á. Gulrætur og laukur eru steikt í pottinum. Og síðan er hvítkálinu bætt við. Þá er rétturinn kryddaður með salti, kúmeni og svörtum pipar. Kjötsoðinu er hellt í pottinn og rétturinn soðinn í 45 mínútur. Þá eru kartöflur settar í pottinn og rétturinn soðinn í 20 mínútur í viðbót. Undir lok suðutímans er steinselju saldrað yfir réttinn í pottinum. Gott er að hafa gróft brauð með þessum matarmikla pottrétti sem er hitaeiningasnauður en bragðgóður. Þá er hentugt að frysta þennan rétt og geyma til betri tíma. Í Arabaheiminum eru lamba- og kindakjöt ákaflega vinsælt og eru Arabar snillingar í að matreiða ljúffengarétti úr dilkakjöti.
Einn þessara frábæru rétta kallast couscous og er þjóðaréttur Marokkóbúa. Þessi réttur er ekki ósvipaður íslensku kjötsúpunni. Aðal uppistaðan í honum fyrir utan lambakjöt er grænmeti og couscousgrjón sem eiginlega er pasta og fæst í flestum stórmörkuðum og í heilsuverslunum. Kjötið er steikt í matarolíu í rúmgóðum potti. Heilir smálaukar eru steiktir með kjötinu. Þegar kjötið er orðið brúnt er það kryddað með salti, pipar, saffrón og kanel. Vatni er hellt í pottinn svo fljóti yfir kjötið og það soðið í klukkutíma. Eftir klukkutíma suðu eru rófur, gulrætur, hvítkál, græn paprika og tómatar sett í pottinn. Couscousgrjónin eru nú þvegin í köldu vatni og þau söltuð. Örlítið af ólífuolíu er svo blandað saman við þau. Couscousgrjónin eru gufusoðin yfir pottinu með kjötinu og grænmetinu. Eftir 30 mínútur er svo rétturinn tilbúinn. Áður en rétturinn er borinn á borð er smjöri blandað saman við couscousgrjónin. Couscousgrjónin eru sett á fat og kjöti og grænmeti raðað ofan á og kringum þau. Þau eru svo sett á djúpan disk ásamt kjöti og grænmeti eftir smekk. Súpunni svo ausið yfir. Í Marokkó er sterk piparsósa höfð með þessum rétti sem er hitaeiningasnauður, hollur, matarmikill og sérlega ljúffengur. Lambalifur er með hollustu matvælum sem völ er á. Hún er járnrík, í henni eru A-vítamín og fólínsýrur. Þá er hún ódýr. Hér kemur franskur réttur sem er ákaflega fljótlegt að matbúa. Lifrin er skorin í 3 cm þykkar sneiðar og sett í vatn með ediki. Þetta er gert til að hreinsa blóðurinni.
Lifursneiðarnar eru teknar úr leginum og þurrkaðar og þeim svo velt upp úr hveiti sem kryddað hefur verið með salti og pipar. Lifursneiðarnar eru steiktar á pönnu í blöndu af ólífuolíu og smjöri. Fínt söxuðum rauðlauk er saldrað yfir þær. Lifursneiðarnar eru aðeins steiktar örskamma stund á pönnunni, ekki meira en 15 sekúndur á hvorri hlið. Þá er balsametingi hellt á pönnuna og lok sett á hana og hún tekin af hellunni. Víða í Evrópu þykja lambanýru hið mesta lostæti, til dæmis í Englandi og Frakklandi. Þegar nýru eru matreidd er mikilvægt að hreinsa þau vel, fjarlægja himnur af þeim og alla fitu. Auðvelt er að matbúa þennan rétt og hann er mjög bragðgóður. Saxaður laukur er steiktur í smjöri á pönnu. Þegar hann er orðinn glær eru nýrun sett á pönnuna og þau snögg steikt. Því næst er söxuðum sveppum bætt út í og sítrónusafa. Rétturinn er kryddaður með salti og pipar. Næst er rjómanum hellt á pönnuna. Þegar suðan kemur upp er sósan bragðbætt með góðu ósætu sinnepi. Mjög gott er að glóðasteikja nýru. Þau eru afar ljúffeng glóðasteikt á teini með lambakjöti, sveppum, sérrítómötum, grænni papriku og skalottulauk. Lambanýru eru skorin í tvennt og lambakjötið og grænmetið þrætt upp á tein til skiptis. Þennan rétt er tilvalið að frysta og taka með í sumarbústaðinn.
Rétturinn er kryddaður með salti og pipar og svo glóðasteiktur eða steiktur á grillpönnu. Lambahamborgarar eru mjög ljúfengir og bragðmiklir. Upplagt er að gera nokkra hamborgara í einu og frysta. Fínhökkuðum lauk, brauðraspi, borsjistisósu, eggi og tómatkrafti er blandað vel saman við magurt lambahakk. Hakkið er kryddað með salti og pipar. Formaðir eru frekar þykkir hamborgarar og þeir glóðasteiktir eða steiktir á pönnu. Þessa bragðmiklu og ljúffengu hamborgara má einnig setja í pítubrauð. Það er auðvelt að laga ódýra en mjög góða og holla rétti úr lamba eða ærhakki. Í þennan rétt er tilvalið að nota ærhakk. Stöppuðum kartöflum, eggjarhæru, hakkaðri steinselju og fínt hökkuðum lauk er blandað saman við hakkið. Börn eru hrifin af þessum rétti.
Hakkið er kryddað með salti, svörtum pipar og cayennepipar. Formaðar eru bollur úr hakkinu, hver svipuð eggi að stærð. Þeim er svo velt upp úr hveiti og steiktar í olíu á pönnu. Þetta er mettandi og bragðmikill réttur sem kemur skemmtilega á óvart. Kínverskur matur nýtur mikilla vinsælda allan heim. Frá Norður Kína koma margir mjög ljúffengir réttir úr lambakjöti. Í þennan rétt má nota afskurð og ódýrt kjöt. Það tekur mjög skamman tíma að matreiða þennan ljúffenga rétt. Í þessum rétti er þunnt skorið magurt lambakjöt sett í skál. Blandið saman sojasósu, matarolíu, salti og pipar. Kjötið er látið liggja í þessum legi í 15 mínútur. Skerið vorlauk eða blaðlauk í þunnar sneiðar og gróf hakkið nokkur hvítlauksrif. Þá er blandað saman í skál sojasósu, vínediki og sesamolíu. Hvítlaukurinn er settur á pönnuna. Snögg steikið kjötið. Þegar það fer að taka lit er vorlaukurinn settur á pönnuna og svo sósunni hellt yfir. Af þessum rétti er mjög milt og gott bragð. Réttin má frysta. Lambalæri er án efa einn vinsælasti hátíðarmatur Íslendinga. Víða, til dæmis í Frakklandi, þykir lambalæri hreint lostæti. Hér sjáum við hvernig á að úrbenna læri.
Lærið snyrt, kirtlar og fita skorin burt og rófubeinið fjarlægt. Þá mjaðmabeinið eða lykilbeinið skorið burt. Framleggurinn skorinn frá. Skorið meðfram lærlegg og lærið opnað. Lærleggurinn fjarlægður. Kirtlar í lærinu skornir burtu. Þegar kjöt látið meyrna heima, það vafið inn í pappír, gjarnan smjörpappír og geymt í 5 til 6 daga í neðstu hillu í ísskápnum. Auðvelt að setja ljúffengafyllingu inn í lærið. Ýmsar bragðgóðar fyllingar má setja í lærið, til dæmis sólþurrkaða tómata, hvítlauk og steinselju. Þegar búið að koma fyllingunni fyrir í lærinu, það sett í net eða bundið saman. Net utan kjöt má fá í flestum verslunum þar sem starfandir kjötiðnaðarmaður. Netið þrætt upp á 4 tóma hólk eða rör. Hér útbúin ljúffeng ostafylling sem gefur afar gott bragð. Best að nota gráðost. Hann hrærður saman við rjóma og bragðbættur með steinselju.
Í staðinn fyrir hinar hefðbundnu kótilettur er tilvalið að skera hryggvöðvana frá hryggnum. Kjötið er skorið í hæfilega þykkar sneiðar. Vöðvinn er steiktur í ólífuolíu með fitunni á. Kjötið verður einstaklega bragðgott og meyrt. Mjög auðvelt er að skera fituna frá kjötinu. Nauðsynlegt er að nota góða ólífuolíu við matreiðslu á þessum rétti. Kjötið er kryddað með salti, pipar og timjan. Þá eru svartar ólívur settar á pönnuna og saxaður hvítlaukur. Ólívurnar gefa þessum rétti mjög sérstakt en ljúffengt bragð. Þá er það ekki verra að afar fljótlegt er að matreiða þennan rétt. Ef afgangur er eftir af lærinu, má búa til úr honum ljúffengan pastarétt. Þennan rétt er fljótlegt að laga og börnum finnst hann góður. Saxaður laukur er steiktur í potti. Þegar hann er orðinn glær eru hakkaðir tómatar, tómatkraftur, sykur, kjötsóð, paprikuduft, salt og pipar sett í pottin. Sósan er látin sjóða þar til hún fer að þykkna. Þá er soðið lambakjöt sem skorið hefur verið í teninga sett í sósuna. Soðið pasta er sett á djúpan disk og kjötið í sósunni ofan á. Þetta er ódýr réttur en mettandi og góður. Úr lambakjöti má matreiða afar ljúffenga rétti sem má hafa í forrétt, ofan á brauð eða í salat. Lambavöðvi 300–500 grömm er kryddaður.
Það krydd sem notað salt, sykur, græn og svört piparkorn, einiber, timjan, rósmarín, saxaður hvítlaukur og steinselja. Þessu öllu blandað í skál. Kryddblöndunni nuddað inn í vöðvan og hann geymdur í ísskáp í 3 sólarhringa. Gott að snúa honum einu sinni á sólarhring. Kjötið mjög gott með eggjarhæru eða ofan á brauð. Það geymist í það bil 10 daga í ísskáp. Í fjölda ára hefur hangikjöt verið einn helsti veislumatur Íslendinga, en úr hangikjöti má laga ódýran en ljúffengan hversdagsmat, til dæmis eggjaköku. Byrjað á því að skera kartöflur í teninga og hangikjöt í þunnar sneiðar. Fínt saxaður laukur settur á pönnu og svo kartöflurnar. Hrærið saman eggjum í skál og kryddið með salti, pipar og fínt hökkuðum blaðlauk og graslauk. Þegar kartöflurnar fara að taka lit, hangikjötið sett á pönnuna. Að lokum eggjarhærunni hellt á pönnuna og þar með rétturinn tilbúinn. Við matreiðslu á lambakjöti eru möguleikarnir nær óteljandi. Næsti réttur svo sannarlega íslenskur, ódýr hversdagsréttur en einnig hreinn veislumatur þó óvenjulegur sé. Skankar eru steiktir í potti eða djúpri pönnu. Í hann settur hakkaður rauðlaukur, rósmarín,
salt og pipar. Og hvítlaukur. Þá berjasaft, balsamik ediki og vatni hellt yfir kjötið og það bakað við vægan hita í ofni í 90 mínútur. Þetta bragðmikill og ljúffengur réttur. Þennan rétt má auðveldlega geyma í frysti. Landssamtök sauðfjárbænda vonast til þess, ágætu áhorfendur, að þið hafi fræðst nokkuð meðferð og matreiðslu á lambakjöti. Við sem stundum sauðfjárrækt getum fullvissað ykkur það að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að framleiða eins gott kjöt og unnt Íslenska lambakjötið náttúruafurð sem býður upp á ótal möguleika í matreiðslu, hvort sem að ræða ódýra og auðvelda hversdagsrétti eða vandaðan veislumat. Gangi ykkur vel.